Það er ekki orðin leikmaður Grindavíkur, alfarið komin yfir. Bara hvernig var aðdragandinn þessu? Náttúrulega eftir lánið í fyrra og fer ég bara aftur til ÍA. Tekur veturinn þar að æfa. Svo föstudaginn í síðustu viku kallaði á fund og tilkynnt að Grindavík hefði lagt fram tilboð sem ég ákvað svo bara að skoða og leist vel á og viku seinna var ég búinn að skrifa undir. Varstu strax spenntur þegar þú heyrir á tilboði? Já, þú veist, auðvitað vissi ég hvað ég var að fara út í og hjálpaði mikið að sjá hvaða nöfn eru búin að skrifa undir hann upp á síðkasti, eins og Damir og Hjörvar Kýper og fleiri. Já, og eftir að fara á fund með þeim og heyrt svona þeirra hlið og hvað þeir ætla að gera sér, þá, já, fljótur að ákveða mig. Svo var valið þá milli þess að fara í Grindavík eða þá berjast einhverjar mínútur óvissu í ÍA? Já, í raun og veru. Að reyna að berjast fyrir minni stöðu í og hafa einhverjar, já, eins og ég segi, berjast fyrir stöðunni. Og ég mátti þannig að ég myndi fá meir út úr í að spila í Grindavík, enda bara svona mín staða hjá í að eru ekkert grín leikmenn þar núna sem er að spila. Hvernig fannst þér síðasta tímabil hjá Grindavík? Það var svona bara highs and lows, sko. Byrjuðum vel og lentum svo í meiðslum, en þetta var ævintýri, sko, og í raun og veru þegar maður lítið tilbaka hvernig var farið að þessu og budget og annað og svona sem var köttað í þetta, þá í raun og veru kraftaverk að við haldið sér uppi, sko. Var þetta mikið stress undir lokin, hvort þið myndið falla? Já, við vorum alveg svona óþægilega nálægt í að falla, við vorum að treysta á önnur lið og svona, en já, ég var að ljúga í það, ég myndi ekki segja að það væri ekkert stress, sko. Markmiðið að berjast ofar í deildinni á komandi tímabili? Já, ég sé allavega enga ástæðu til þess að vera í einhverju fallbaráttu og náttúrulega núna eru þetta 5. sæti, það eru 4 sæti sem fara í umspil, þannig að með hópinn sem við erum með og ef það koma einhverja bætingar þá förum við bara í alla leiki til þess að vinna og þannig að ég sé ekki ástæðu til þess að setja ekki markmið í play-offs. Ef þú horfir núna á tímaðin hjá bara ÍA, uppeldisfélaginu, hvernig finnst þér þetta hafa verið? Bara þakklátur fyrir ÍA, ég á einhver 5 tímabil á baki þar og yfir 100 leiki, þannig að kom ungur inn í þetta og fekk traust hjá þjálfurum og já, svo í svona fyrra þá náttúrulega fer ég á lán bara og svona áttum að trausti var ekki alveg ennþá, en já, bara mjög þakklátur og fyrir alla þjálfarna sem hafa verið, náttúrulega búin að vera þarna í 21 ára þarna upp á Skaga, þannig að bara þakklátur. Hvernig heldur að, sumarið hjá Grindavík verið, þeir eru núna að fara til Grindavíkur og ætla að spila þar, hvernig líst þér á það? Bara mjög vel. Við vorum náttúrulega líka þar í fyrra, æfðum þar og spiliðum og ég bjóð þar í fyrra og mun gera það líka núna. Þannig að, það er frábær aðstæða, þetta er mjög góður grasvöllur, við erum með 2 íþróttahús bara fyrir okkur og líka sættastöðu og gym nálægt klefanum líka. Þannig að, já, þetta er bara topp aðstæða þarna og gaman að fá að búa í bæjarfélaginu. Svo er ég að fara fram og tilbaka í þessu, en þú talar að traustið sem þú fékkst fyrst hjá ÍA, það hafi kannski ekki verið að sama þegar að koma að síðasta tímabilið, er það eitthvað svekkelsi? Sko, í fyrra var það meira svekkelsi heldur en núna. Af því að ég taldi mig gott season þar á undan og svo voru mínúturnar farnar að fækka á undirbúrstímabilinu fyrir síðasta tímabili, en já, að ég hélt að ég væri að brjótast í gegnum liði þar eftir það tímabil og setti mér stór markmið fyrir tímabili sem sagt í fyrra, en svona er þetta bara, en þá opnast bara aðra dyr. Þegar þú sér svo byrjunni og framan af tímabili, er það svona bara, af hverju er ég ekki í þessu liði? Hugsaðu þannig? Ég reyndi bara að fókusa eins mikið á Grindavíkurverkinu og í gat, en þetta var leiðilegt að sjá hvernig þetta byrjaði og hvernig fór þar, en já, eins og ég segi, ég reyndi að fókusa á mitt og verði ekki að hugsa mikið hvað hefði getað gerst og ég tók bara ákvörðun og hún var alltaf að fara að vera rétt ákvörðun. Aðeins út í bróðin, hvernig er að fylgjast með honum úti? Mikið glitið meiðsla undanfarið, hvernig er að sjá bara ferilinn hans, fylgjast með þessu? Já, náttúrulega mikil fyrirmynd og búin að fylgjast með honum bara síðan ég var krakki og horfst mikið upp til hans. Já, búið að vera mikið mótlæti hjá honum núna
bara nánast frá fyrsta tímabilið hans hjá Blackburn sem að gekk vel og eftir það búið að vera vesen en það er líka búið að vera frábært að horfa á hvernig hann að díla við þetta því þetta ekkert grín sem hann búin að vera í gangi í gegnum hann úti og já, hlakka mikið til að sjá hann hérna núna á þessi tímabilið ef hann að halda sér heilum og hef ég enga trú á öðru en hann skíni hann hjá Malmö. Hann á að sína stundsmönnum Malmö hversu öflugur hann er. Já, og ég hugsa að vita allir í þessari deild hversu öflugur hann er. Hann sýndi það hjá Norrköping að hann var að vinna leiki bara upp á sín eigin spýtur þar sem hann var þar og valinn hérna. Hann var ekki topp 5 bestu leikmenn í deildinni bara að spila hálft tímabil sko. Þannig að fólk veit alveg hvað hann getur og ef hann að halda sér í formi þá mun hann vera toppleikmaður í þessari deild. Hvernig hefur verið að sjá hann, þú veist, í bláu landsliðstreyjunni á Laugardalsvelli og bara úti að spila landsleiki, bara representa þjóðina, hvernig er að sjá hann þar? Bara mjög stoltur sko og maður vissi það alveg frá þegar maður strax að hann var að fara að gera stóra hluti og svo kannski ekki svona stóra en hann stend alltaf hérna hátt og að sjá hann til dæmis bara spila meistaradeildina og skora hagar og spila hann landsleiki og svona þannig að gríðarlega stoltur á hann bara. Takk fyrir þetta Ingi. Takk.